Þjóðgarðinn Snæfellsjökul þekkja margir, hingað koma margir gestir, bæði innlendir og erlendir. Hvað starf landvarða og þjóðgarðsvarða snertir höfum við kannski minni innsýn í. Við vitum að þeir eru að byggja þessa fallegu stíga, sáum að taka á móti fólki leið og þeir eiga að vernda landið. Okkur lék forvitni að vita hver næstu verkefni og hvernig staðan er hjá landverðinum, þjóðgarðsverðinum hérna í Snæfellsbæ. Hittum hann Jón Björnsson tökum hann tali á Malarrifi. Út á hvað ganga þjóðgarðar? Þjóðgarðar eru skilgreindir, svona alþjóðlega sem yfirleitt mjög náttúruleg svæði, oft stór. Það sem að vernd er sannarlega stór þáttur, svo og það að opna svæðin fyrir almenningi og viðkomandi þjóð. Og í raun kemur hún frá Bandaríkjunum upphaflega sem garður þjóðarinnar. Það sem þeir ganga út á í dag er þetta, þeir eru að veita fólki aðgang að vernduðu svæði og oft mjög óspilltum. Svæði allstaðar, friðlýsssvæði, eru flokkuð í alls kyns flokka og næsti flokku fyrir neðan þjóðgarða, það eru þessi svokölluðu wilderness-svæði. Það er að segja stór svæði, þar sem fólk þarf að aðlaga sig og stór náttúruleg svæði, þar sem fólk þarf að aðlaga sig að svæðunum og svo kemur þjóðgarðurinn sem stór náttúruleg svæði en eru aðluguð að gestinum. Já. Og hvernig kemur til að þetta svæði hérna undir jökli, Snæfellsjökull er friðað? Eða fer í þetta, þjóðgarðar? Það náttúrulega fyrst og fremst bara sérstæðan sem er einstök á þessu svæði. Síðan held ég líka að ekki síst bara fyrir tilstöðlan heimamanna sem drógu vagnin og komu þessari friðlýsingu og þessari framsýni á í raun að setja niður þjóðgarð hér. Já. Hver sérstæðan hér? Hún í mörgu. Margir telja sjálfsögðu þessi jökullinn og jökullinn hefur mikið aðdráttarafl og hann er vel þekktur, ekki síst í sögum og langt aftur í aldir. En svo þegar fólk kemur hérna, það nú kannski minnst að fara upp á jökul, en þá kemur þetta ströndin, minjarnar, sagan, náttúran, hraunin, eldstöðarnar. Þetta svo ótalmargt og við höfum oft reynt að átta okkur á hver eru gildi svona þjóðgarðs. Það eitt af hlutverkunum í mínu starfi, það að greina gildin. Og það mjög þau eru alveg geysilega mörg og fjölbreytt og við erum alltaf að finna ný gildi nánast á hverjum degi. Þetta vinsæll þjóðgarður, þeir eru að fá bara mikinn fjölda gesta. Já, það verið geysileg fjölgun. Fyrsta ári, hann er stofnaði 2001 og þá eru einhverju 10.000 ferðamanna sem koma. Í dag eru að fá hátt í 500.000. Meira en þjóðina bara. Já. Og reyndar stór hluti reyndar erlendir gestir sem koma. Við myndum gjarnan vilja sjá fleiri Íslendinga og það náttúrulega kannski stóra áskorun hjá okkur í framtíðin að fjölga þjóðinni því þetta einu sinni garður þjóðarinnar. Þessi vöxtur í ferðaþjónustunni var náttúrulega mjög ör og þarna kringu 2015, 16, 17, 18 þá var þetta einum óaf, vorum að horfa 30% aukningu á ári og við höfðum ekkert undan að bæta þjónustunum okkar eða skapa nýja þjónustu, halda við innviðum og svo framvegis. Og tíma þá leist mann ekkert á þetta, ég held að reynilega hlutinni væru að fara á verri veg. Líka því ykkur sett það verkefni að vernda en að leyfa aðgang, þannig að það erfitt að vera sprenging. Já, hvort tveggja. Og auka stýring og þetta gengur mikið út af það þjóðgarðum að vera með ákveðna staði sem taka auðveldlega við fjöldanum og við fjölgum slíkum stöðum og að tryggja þeir staðir haldi. En á tíma þá var þjóðgarðurinn alveg hættur að halda við þessari gríðarlegu fjölgun. Svo núna í ár þá bara kannski 10% fjölgun frá síðast ári og við bara undum léttar og við líðum bara ágætlega með þetta. Þetta alls ekkert of flókið. En hins vegar náttúrulega líka því nefnum við hlutverk þjóðgarða, þá hlutverk eins og þannig að sett kannski við þjóðgarðsverði hvað þeir að gera og þeir eru einmitt að draga fram þessi gildi. Stöðugt að leita gildum til svæðanna sinna, finna leiðir til þess að leyfa fólki að upplifa og njóta þessara gilda og koma að staði þeim og að skapa svo tækifæri í þjóðgarðinum, jafnt fyrir heimamenn, fyrir fyrirtæki, ferðaþjónustu, fyrir gestin til upplifunar og svo framvegis og framvegis.